En nú skíðalandsmótið að byrja hérna á fimmtudag. Hvernig gengur undirbúningur? Bara mjög vel. Við erum búin að vera að undirbúa síðan í haust. Stór hópur, við erum 10 þessari undirbúningsnefnd og þetta bara mikill spenningur. Já. Og mikil gleði framöndan. Og það verður setning á fimmtudag og fyrsta keppni? Já, við byrjum á sprettgöngu sem Eyþór kannski... Byrjum 17:30 upp á göngusvæði. Já. Þið byrjið alltaf á göngu? Byrjum þar alltaf og það svona þægilegt að hafa eitthvað til að starta og svo setningin í hofi klukkan 8 í framhaldinu og við fáum meðal annars ólympíufara núna í sprettgöngunni sem hefur ekki verið lengi, síðust 20 ár hefur ekki átt ólympíufara í skíðagöngu og hann kemur að vera með. Og það svo sem eins í alpagreinum, það koma 3 ólympíufarar sem að keppa hérna helgina, gríðarlega spennandi. Og svo föstudagur, laugardagur og sunnudagur? Já, við hefjum keppni í alpagreinum á föstudegi með stór svíi og á laugardegi með svíi og svo samhliða svíi á sunnudag sem mjög skemmtilegt og svona áhorfandavænt og gaman að horfa á. Alltaf mikil spenna. Já. Þannig að ég hvet náttúrulega alla til að koma í fjallið. Því að veðrið verður eins og það í dag, þá það ekki spurning sko. Það verður varla betra? Nei, það verður varla betra. Hvað eru margir keppendur í göngu núna? Það rúmlega 20 þátttakendur sem eru búin að skrá sig og hugsanlega tínast eitthvað fleira til. Og við byrjum hann á sprettgöngunni sem einmitt mjög skemmtileg líka að horfa á. Og stutt braut þannig að það þetta gott sjónsvið og síðan byrjum við kl. 2 á föstudeginum, þá hefðbundin aðferð og svo erum við á föstudeginum klukkan 11:30. Já. Við erum með frjálsaðferð og svo boðgang á sunnudeginu klukkan 9:30. Og það einmitt boðgangin líka mjög skemmtileg að fylgjast með. Já. Við byrjum aðeins fyrr í alpagreinunum, byrjum klukkan 10 á föstudagsmorgni og laugardegi þannig að fólk þarf að drífa sig hérna upp til snemma. Við erum með rúmlega 50 keppendur í alpagreinum og keppendur koma frá 9 þjóðlöndum sem mjög ánægilegt víðsvegar. Er það ekki óvenju mikið? Jú, það reyndar. Við höfum hins vegar áður verið með svipaðan fjölda en kannski ekki nýverið. Við erum að fá keppendur frá Ástralíu, Kanada, Svíþjóð, Pólandi, Danmörku, Bretlandi, Asírbætan, Ungverjalandi og náttúrulega Íslandi, við höfum ekki gleyma því. Þannig að þetta voða gaman, mjög skemmtilegt að með þessum keppendur koma náttúrulega þjálfarar og jafnvel foreldrar, þannig að þetta bara mjög ánægilegt. Hvað heldur að sé margt fólk sem fylgir þá svona í heildina á þessu móti? Já, það náttúrulega, með flestum eru einhverjir foreldrar, aðstandendur, systkini. Keppendur rúmlega 80, hvað eigum við að skjóta á Eyþór? Já, máli búast við að séu 200 manns að koma í bæinn í kringum hennar viðburð. Ábyggilega, sko. Og krakkarnir þekkja landslagið hér, þetta ekki fyrsta skipt sem þau komið hingað? Nei, þau eru vön. Þið eru vön að taka á móti þeim? Já, algjörlega og þessi krakkar náttúrulega keppa víðsvegar um landið eða á öllum þessum skíðasvæðum og landsliðið okkar er hér að æfa í dag og morgun og fram að móti, þau eru nýkomin af norska meistaramótinu þannig að þetta er bara gríðarlega spennandi og skemmtilegt. Og aðstæðan verður varla betra á landinu? Nei, það er langt síðan við pöntuðum þetta veður þannig að þetta er bara klárt og við bara viljum sjá sem flesta í fjallinu í þessari paradís. Lúxusvandamál sem við erum búin að vera að glíma við að það er snjómagnið og tímabili var eiginlega of mikið magn hérna af snjó í fjallinu þannig að það er búið að reiða til og fyrir vikið höfum valum fleiri brautir og skemmtilega svæði bara.